Komið þið sæl, velkomin til þessa upplýsingafundar. Það þrennt sem á dagskrá hér í dag. Það í fyrsta lagi, ég mun fara yfir nokkur mál á döfinni og síðan mun Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðumaður Félagsvísindastofnunar, tala niðurstöður starfsumhverfiskönnunar Háskóla Íslands, sérstaklega varðandi streitu og álag og ýmislegt sem því tengist, sem held ég mjög áhugavert að sjá greiningu á starfsumhverfiskönnuninni sem hefur núna farið fram þrisvar, 2012, 2014 og 2016, svo ég hlakka mjög til að heyra þá greiningu og svo mun ég nefna nokkur atriði í lokin sem eru framundan. En svona ég ætla að fara hratt yfir sögu varðandi mál á döfinni, en svona fyrst þá langar mig að nefna stefnu Háskóla Íslands 2016-2021, HÍ 21. Við vorum með svokallaðan Akkirelsfund í gær sem uppgjör á stefnunni eftir 1 ár. Hún var samþykkt á síðasta ári og það voru stjórnendur, 50 stjórnendur sem tóku þátt í fundinum og hann tókst alveg einstaklega vel. Og svona ef ég segi nokkur orð stefnuna, hún var mótuð frá 2015 til 2016. Það var mikil umræða í aðdraganda rektorskjörs og síðan þegar ég tók við sem rektor þá skipaði ég Steinunni Gestsdóttur prófessor og Sigurð Magnús Garðarsson prófessor til þess að stýra stefnumótunarvinnunni og það voru fleiri sem komu að þessu og það var stefnumótunarhópur sérstakur með ytri og innri aðilum, lögð áhersla á víðtækt samráð, lögð áhersla á að leita til samfélagsins ýmis atriði, fara yfir að rýna stefnudrög, ræða þetta á háskólaþingi og háskólaráði og stefna var síðan samþykkt í mars 2016. Og þetta stefnan okkar, við eigum hana saman, við unnum hana saman og þetta okkar sameiningarafl og hún leiðarljós í stjórnun okkar og starfsemi á öllum stigum og sviðum. Og núna, varðandi þennan Akkirelsfund, þá var hugmyndin í innleiðingunni að fara yfir hvernig yrði tekið á þeim aðgerðum sem í stefnunni. Og í stefnunni 4 meginkaflar, nám og kennsla, rannsóknir, virk þáttaka og mannauður og það 75 aðgerðir. Og Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar, leiðir þessa vinnu ásamt Sigurði Magnúsi Garðarssyni og á fundinum í gær var farið yfir stöðu þessara aðgerða. Og hér mynd frá fundinum og hann var bara, þetta var 3 tíma fundur, það var mikil hugur í fólki og það sem ég fannst kannski skemmtilegast með því að brjóta þetta allt niður í þessar aðgerðir og sjá hver staðan þá sjáum við hvað mikið í gangi í háskólanum. Hlutirnir miklu meira í gangi heldur en við kannski höldum. Og það mikill samhugur í fólki, það var tekið á ýmsum málum sem farin af stað, það svona helmingurinn af þessum aðgerðum sem svona komin af stað eða í undirbúningi og þessu var deilt niður á ábyrgðaraðila sem hafa fundað með Steinunni og Sigurði og síðan gerðu þessir ábyrgðaraðilar sumir grein fyrir stöðunni, fulltrúar stúdenta voru þarna líka og ég var að segja að ég var alveg einstaklega ánægður með þennan fund. Og það sem svona framundan í kjölfarið að kynna þessar niðurstöður í einstökum einingum háskólans og jafnvel setja þetta á ugluna, það að fara eins yfir þetta núna hver staðan eftir fundinn. En ein niðurstaða var líka tíðara samráð, fólk óskaði eftir að funda frekar þetta var stór fundur en ég get alveg skilið það vegna þess að það svo margt undir. En það mikill áhugi hjá fólki og við þurfum bara að passa upp á að þetta svokallað Akkerisyfirlit sem þá Excel-skjal með stöðu allra eininga, þetta sé til reglulegrar umfjöllunar hjá rektor, á forsetafundum, hjá fræðasviðum og deildum og allir ábyrgðaraðilar, þeir hittist á fleiri og styttri fundum og stjórnendur ræði innleiðingu stefnunar í sínum einingum. Og Háskóli Íslands hefur verið með formlega stefnu núna frá aldamótum, en þetta í fyrsta skipti sem þetta unnið svona og ég bara þakka
þeim sem leiða þetta fyrir að gera þetta á þennan hátt, vegna þess að mér finnst við núna loksins vera að framfylgja allri stefnunni, og ef öll stefnan í gangi þá erum við að ná miklu meiri árangri heldur en við veljum einhverja sérstaka þætti úr stefnunni og ýtum þeim bara áfram. Það sem liggur fyrir að þróa mælikvarða. Það voru mælikvarða settir á öll atriðin sem eru í stefnuskjalinu og akkersifilitinu, en það þarf að þróa þetta betur. En þetta var einstaklega ánægjulegt og ég hlakka til að fylgjast með málinu og líka ræða þetta betur við ykkur og að þið fáið betri kynningu á stöðunni. En svona varðandi stefnuna þá ýmislegt í gangi líka til viðbótar við það sem var rætt á fundinum. Það eru gæðamál og úttektir, það skýrsla erlendra sérfræðinga matskerfi háskóla, opinberu háskólann, þar á meðal Háskóla Íslands. Henni verður skilað núna sennilega í kringum mánaðamótin og fer þá til matskerfisnefndar opinberu háskólana. Sjálfsmat deilda og þverfræðilegra eininga á vegum gæðaráðs íslenskra háskóla að fara aftur af stað. Það þá önnur lota þess. Nú bæði tekin út á kennsla og rannsóknir, en það mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að sjálfsmatið sem fór fram, sem var unnið á síðustu 5 árum, nýttist mjög vel í stefnumótunarvinnunni. Þar voru mikil gögn sem hægt var að nota. Og síðan Ómar Kristmundsson prófessor að leiða vinnu úttekt á heildarskipulagi Háskóla Íslands. Þetta 3. lotan í þeirri greiningu. Fyrst var það rektorsskrifstofa, síðan miðlægsstjórnsýsla og núna heildarskipulag Háskóla Íslands, og þessi skýrsla birtist á haustmisseri og í gangi, og það var fundur í gær í stjórnsýslu fólks þar sem Ómar fór yfir stöðuna á fyrri skýrslu, en ég hlakka mjög mikið til að sjá niðurstöðuna varðandi heildarskipulagið. Síðan vil ég kynna til leiks Róbert Haraldsson, nýjan sviðsstjóra kennslusviðs. Innilega velkomin til starfa, Róbert. Róbert prófessor í heimspeki og tekur við af Þórði Kristinsinni. Róbert hefur langa reynslu, hann hefur verið formaður kennslumálanefndar árabil, verið árabil prófessor við Háskóla Íslands, hefur starfað erlendis, var síðast við Colgate háskóla í New York fylki sem leggur mikla áherslu á kennslu, og það einmitt í stefnu Háskóla Íslands þá kennslan, nám og kennsla svo mikið lykilatriði, og bara ég fagna því að fá þetta til starfa, Róbert. Og ég vil nefna enn og aftur varðandi kennslustefnuna að við erum að ganga frá aðild Háskóla Íslands að edX sem hefur verið rætt hér. Þetta einmitt treystir þá net háskólans í alþjóðlegu samstarfi, líka gefur okkur meiri þekkingu að þarna eru aðilar sem hafa mjög mikla reynslu af því að miðla kennsluefni, og við getum nýtt okkur það til þess að ná enn lengra, og það bara mjög spennandi og við munum væntanlega kynna þetta á haustmisseri. Síðan varðandi stefnuna og tengsl við atvinnulífið og nám og kennslu og rannsóknir, þá var í síðustu viku undirritaður samstarfssamningur við CCP. CCP að fara inn á vísindagarðana, og það var einmitt viðtal við Stefaníu G. Halldórsdóttur í blöðunum í morgun, þar sem hún þarna á þessari mynd, framkvæmdastjóri CCP, þar sem hún var að greina frá því að þetta væri svo spennandi samstarf við háskóla og að koma inn á vísindagarðalóðina, og þarna einmitt mynd af fyrstu skóflustungunni fyrir hugmyndahúsið Grósku. En CCP leggur mikla áherslu á öflugt samstarf við Háskóla Íslands, og þá erum við að tala þverfræðilegt samstarf bara í öllum greinum, og það mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast. En þetta líka mikilvægt fyrir Háskóla Íslands að leggja áherslu á það þegar ný fyrirtæki kom inn á vísindagarðalóðina, að það sé strax gerður samningur, þannig að samstarfið bara byrjið strax frá þeim punkti. Ég og aðstoðarrektorar og Sæunn Stefánsdóttir, við höfum verið að heimsækja deildir Háskóla Íslands. Síðasta heimsóknin var í morgun á menntavísindasviði, þetta ennþá í gangi og hefur verið í gangi síðan í nóvember, og við vorum í kennarardeild í morgun og við höfum verið í öllum deildum. Þetta mjög mikilvægt að stjórnendur fundi með deildarfólki, og það eins og gengur, það eru mismunandi sjónarmið í gangi, við erum aðalega að hlusta en samt miðla upplýsingum,
En mér finnst þetta hafa gengið mjög vel og til að mynda fundurinn í morgun í kennaradeild, mjög fjölmenn deild, nauðsynlegt að fá sjónarmið bara líka til þess að blása okkur kraft. Ég verð að ræða fjármálin, þau eru alltaf ofarlega á baugi, þó ég hafi ítrekað sagt að mér finnst bara mikilvægt að eiginlega koma þeim frá, þannig að við séum ekki alltaf að ræða fjármál, en við á síðasta fundi hér ræddum 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og Háskólaráð hefur ályktað vonbrigði, síðan stúdentaráð hefur ályktað, félag háskólakennara, félag prófessora. Við höfum fundað með allsherjar- og menntamálanefnd og ráðherra og komið okkar sjónarmiðum á framfæri og við munum halda áfram að gera það. En síðan ætlar Háskólaráð að tryggja það þegar fjármálaáætlun kemur að við séum líka með áætlun sem gengur þá bara samhliða þeirri áætlun og verðum þá með 5 ára áætlun. Samkvæmt kröfum í núna lögum opinber fjármál þá þurfum við að hafa 3 ára áætlun alltaf, en við ætlum að hafa þetta þannig að við setjum á laggirnar 5 ára áætlun og ég held að það sé mjög jákvætt, þannig að við höfum nokkurn veginn á hreinu hvernig hlutirnir verða. En þetta er ekkert einfalt verkefni, þetta er tiltölulega flókið verkefni sem á borði Háskólaráðs. Sigurður Jóhannesson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar, leiði þessa vinnu og Daði Már Kristófersson, fræðasviðsforstjóri félagsvísindasviðs og Ásthildur Óttarsdóttir, stjórnarformaður Marels, að vinna þetta fyrir Háskólaráð. Þetta verður rætt á næsta fundi. Síðan vil ég nefna sérstaklega varðandi fjármálin að ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokkana voru með fund fjármögnun háskólana 10. maí síðastliðinn og það var mjög góður fundur, það var vel sóttur og það var opnunar ávarpið var flutt af Vigdísi Finnbogadóttur, forseta Íslands og fyrrverandi, og það var alveg magnað. Hún byrjaði því að segja að það var ekkert mikilvægari í heiminum heldur en háskólarnir og rökstuddi það síðan og þetta var nú tekið upp og til. Ég ávarpaði þetta og Ragnar Sigurðardóttir ávarpaði þennan fund og Ragnar Sigurðardóttir formaður stúdentaráðs og Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík. En það var mikill hugur í fólki á þessum fundi og síðan var send út ályktun frá þessum ungliðarhreyfingum hvað væri mikilvægt að tryggja fjármagn til háskólastarfsins og við bara munum halda áfram þessari baráttu. En þegar við tölum stuðning við Háskóla Íslands og stuðning við háskólastarfið, þá megum við aldrei gleyma því að 3/4 sjálfsaflafé og þar eru rannsóknarstyrkir þar á meðal og síðan styrktarsjóðir. Og hér á myndinni Toshizo Watanabe, mikill velgjörðarmaður Háskóla Íslands, sem gaf á árinu 2008 $3 milljónir til háskólans og þetta hefur verið nýtt til þess að styrkja samstarf Háskóla Íslands og japanskra háskóla og stofnana. Toshizo hefur núna ákveðið, og þessi mynd tekin núna við úthlutun úr sjóðnum, þar sem 13 styrkir voru veittir núna í apríl, hann hefur ákveðið að auka fé til sjóðsins og mun vilja tryggja að 20 styrkir komi á næstu árum og þetta alveg stórkostlegt og við munum kynna þetta betur þegar það liggur allt fyrir hvernig þetta verður en hann mikill velgjörðarmaður Háskóla Íslands og þetta eru góðar fréttir fyrir okkur. Svo vil ég nefna annan velgjörðarmann Háskóla Íslands, einstakan velgjörðarsendiherra, Vigdísi Finnbogadóttur. Eins og ég nefndi, hún var á fundinum þarna með ungliðunum og sló í gegn og ekki fyrsta skipti. Og húsið, Veröld hús Vigdísar, var vígt 20. apríl við hátíðlega athöfn. Það mun hýsa mála- og menningadeild Háskóla Íslands og Vigdísar stofnun, með UNESCO stimpli og ýmislegt annað. Þetta glæsilegt hús og mun skipta miklu máli hér í háskólastarfinu. Fyrsti viðburðurinn sem var haldinn í þessu húsi var fundur Aurora netsins sem þá samstarfsnet háskóla í Evrópu, 9 háskóla, Háskóla Íslands einn af þeim. Þetta allt öflugir rannsóknarháskólar sem hafa ríka samfélagslega ábyrgð og hyggjast takast á við áskoranir samtímans. Fundurinn gekk mjög vel og þarna í forgrunni formaður samstarfsnetsins, Jaap Winter, rektor Fræi Háskólans í Amsterdam og þessi mynd tekin þar sem fór fram
umræða sannlíki sem mikilvæg í nútímanum, post-truth, post-facts, og hún stóð nú yfir í 2 klukkutíma og það voru margir í panel eins og við sjáum. En fundurinn fjallaði áhersluatriði skólana, það voru vinnustofur stúdentamál, mat á rannsóknum, kennslu og miðlun og þar fram eftir götunum, og þetta eitthvað sem að gefa Háskóla Íslands mjög mikið. Þetta líka netið sem við fáum út úr þessu, þarna eru skólar sem vilja vinna náið með okkur og ég held að þetta sé mjög jákvætt skref og þeir munu finna þessi skólar 2 ári og mér fannst svo mikilvægt einmitt og okkur stjórnendur hér að fá fundin hingað strax núna. Þetta annar fundur netsins til þess að fólk geti tekið þátt og það voru margir við Háskóla Íslands sem tóku þátt í vinnustofum og síðan var þessi fundur tekin upp og hann hefur verið birtur á netinu. Háskóli Íslands núna í tengslum við þetta efni í þessum panelumræðum hefur gerst aðili að samtökunum SAR, Scholars at Risk, sem samstarfsnet 500 háskóla sem berjast fyrir akademísku frelsi og það eru allir stærstu háskólar í heiminum og Aurora háskólarnir sem taka þátt í því og það mikilvægt að við gerum það líka og við erum nýbúin að ganga inn. Síðan í tengslum við Aurora-neti vil ég nefna að Háskólinn í Bergen líka náinn samstarfsaðili okkar og í Aurora-netinu. Háskólinn í Bergen gaf fjármagn til byggingar Veraldar, hús Vigdísar. Hér ég og Dagrún Olsen, rektor Háskólans í Bergen, að handsala samning sem var undirritaður 23. mars í tengslum við heimsókn forseta Íslands til Bergen og þessi samningur gengur út á kennaraskipti, nemendaskipti og líka ákveðin atriði, þar á meðal norðurslóðarrannsóknir, sjávarrannsóknir, rannsóknir í vestnorrænum tungumálum og sjálfbærni og við búumst við miklu af þessu samstarfi. Síðan vil ég nefna hérna til að ljúka þessum fyrsta hluta að vegna veikinda þá eins nefndamanns þá mun skýrsla Macchiarini-málið frestast að hún komi út en það stóð til að hún kæmi núna í byrjun maí til yfirlestrar en það frestast aðeins en ég verður að vilja að þið vissuð af því. En Guðbjörg Andrea, gerðu svo vel. Komið sæl. Ég ætla að reyna að fara svona yfir helstu niðurstöður úr starfsumhverfiskönnun sem gerð var á síðasta ári, í nóvember á síðasta ári. Eins og gefur að skilja þá mun ég stikla mjög á stóru í svona stuttu innleggi en reyna að gefa ykkur samt sem áður svona eitthvað sæmilegt yfirlit. Könnunin var sem sagt gerð í nóvember og var gerð meðal allra sem eru í að minnsta kosti 40% starfshlutfalli við Háskóla Íslands og svarhlutfallið var 70% og var alveg prýðilegt á öllum fræðasviðum en þó lægst á heilbrigðisvísindasviðinu 60%. En þetta afskaplega vel við unandi svarhlutfall samt sem áður. Í þessari könnun erum við með ansi margar spurningar og við skiptum þeim upp í 6 megin þætti og það eru á bilinu 4 til 13 atriði á bakvið hvert þátt og þarna á hægra megin á myndinni sjáum við meðaltal þessara 6 yfirþátta sem eru stjórnun, álag og streita, sjálfræða áhrif í starfi, sveigjanleiki og samræming fjölskyldu og vinnu, starfsandi ánæmi starfseiningu og upplýsingamiðlun og HÍ út af við. Og við sjáum nokkuð jákvæða breytingar á öllum þessum megin þáttum en kvarðin náttúrulega eins og segi saman settur af nokkrum spurningum og nær frá 1 upp í 5 þannig að þrátt fyrir að það séu ekki mikla breytingar þá sjáum við samt sem áður svona jákvæða þróun á flestum þáttana nema hvað varðar álag og streitu. Þannig ég ætla svona aðeins að leggja sérstaka áherslu á það á eftir. Hins vegar eru mestu breytingarnar sem við sjáum á þættinu sem heitir upplýsingamiðlun og HÍ út af við sem kannski að sumu leyti ákveðið rangnefni á þættinum og við þurfum kannski að endurskoða það af því að þarna erum við meðal annars að skoða stjórnun, yfirstjórn háskólans og þar eru ansi
svona einna mestu breytingarna sem við sjáum á milli ára. Þannig að ég dró út hérna 2 spurningar, þar sem er spurt annars vegar ánægju með störf rektors, og þar sjáum við að ánægja með störf rektors hefur aukist mikið á milli ára. Núna eru 74% sem að segjast vera frekar eða mjög ánægð með störf rektors. Og sama má segja stjórnun háskólans almennt að þar hefur líka ánægja aukist töluvert, farið úr 44% sem eru frekar eða mjög ánægð upp í 54%. Þannig að þetta eru svona helstu breytingarnar, eða svona það stærstu. Ef við snúum okkur aðeins að því að skoða bara starfsánægju, þá ætla ég rétt að bregða upp bara yfirlitsmynd sem að sýnir okkur þróun starfsánægju eftir fræðasviðum, og á þessari mynd erum við bara að horfa á akademiska starfsmenn, og þarna sjáum við að starfsánægjan fer úr 77% árið 2012, þar segja 77% sem segjast vera frekar eða mjög ánægð með starf sitt, og hefur hækkað núna upp í 82% í hausti 2016. Og við sjáum að það er svona nokkuð jákvæð þróun á öllum sviðum. Það er helst kannski á hugvísindasviði þar sem er lítil sem engin breyting og eins lítil sem engin breyting á verkfræði og náttúruvísindasviði. En allstaðar eru þarna nokkuð jákvæðar niðurstöður. Ef við skoðum síðan þá sem eru í stjórnsýslustörfum, þá sjáum við að það er aðeins flóknara mynstur þar. Það er ekki sama trend, ef við getum kallað það allstaðar, og það er lítil breyting frá árinu 2014. Það er 82% sem voru frekar mjög ánægð 2014 og 81% núna 2016. Það er helst á félagsvísindasviði þar sem að starfsánægja virðist hafa aukist töluvert mikið, en dregið nokkuð úr á hugvísindasviðinu. En eins og ég sagði þá, ég ætla aðeins að reyna að bregða upp módeli sem að sýnir svona hvernig við reynum að spá fyrir starfsánægju. Þannig að við höfum aðeins verið að greina það hvaða þættir það eru sem að hafa mest áhrif á starfsánægju eða tengjast henni best. Þið þurfum ekki að hafa ágjörð að þið þurfum að lesa það sem að stendur þarna, heldur ætla að reyna að draga það svona aðeins fram. En við byggjum þessa greiningu okkar lauslega á líkani Hackman og Oldham, sem heitir Job Characteristics Theory eða einkenni starfa, og það sem við sjáum í greiningunni hjá okkur er að sjálfræði í starfi er sá þáttur sem hefur, eða sjálfræði og áhrif í starfi er sá þáttur sem hefur svona sterkustu tengslin við starfsánægju. Eftir því sem að fólk upplifi meira sjálfræði, þeim mun ánægðara er það almennt í starfinu. En slíkt sjálfræði er þó háð því að starfsandi í starfseiningunni sé góður. Þannig að það er mjög sterk samvirkni á milli sjálfræðis og áhrif í starfi og góð starfsanda. Þannig að til þess að sjálfræði og áhrif í starfi hafi þessi tilætluðu áhrif á starfsánægju, þá þarf starfsandinn líka að vera góður. Við sjáum líka að það er töluverður munur á kynjónum, að konur eru mun líklegri til þess að, eða töluvert líklegri til þess að vera ánægðar í starfi að teknu tilliti til annarra þátta þarna. En síðan sjáum við að álag og streita, sem er þessi þáttur sem að við höfum töluverðar áhyggjur af, að hann dregur þó nokkuð úr starfsánægju. Þannig að eftir því sem að fólk er að upplifa meira álag og streitu, þeim mun ólíklegra er að það sé ánægt í starfinu. Þessi fyrri mynd var akademiska starfsfólkið, og núna ætla ég að bregða upp sambærilegri mynd fyrir þá sem eru í stjórnsýslunni, og þar sjáum við líka þetta sama, að fólk sem upplifir sjálfræði í starfi, það er líklegra til þess að vera ánægt, og að því gefnu að starfsandinn sé góður. Konur eru jafnframt líklegri til þess að vera ánægðar í starfi, og álag og streita dregur úr. Ég er aðeins að horfa á þessar pílur af því að liturinn á þeim er aðeins öðru sem ég ætlaði að hafa hann, en ég ætla ekki að reyna að láta það ekki trufla mig á mikið. En ef við skoðum síðan álag og streitu, sem er eins og ég segi sá þáttur sem við höfum verulegar áhyggjur af og hefur ekki verið að breytast neitt á milli ára, það hefur ekkert verið að draga úr þessu. Ef við byrjum á því að skoða álag og streitu eftir kyni, þá sjáum við að, og þetta eru akademískir starfsmenn, þá sjáum við að
72% karla í akademískum störfum segjast vera undir miklu vinnuálagi, eða oftast eða alltaf undir miklu vinnuálagi. Og 36% þeirra segjast oftast eða alltaf finna fyrir streitu í starfinu og 20% eru andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Og við sjáum að þetta ennþá hærra hlutfall hjá konunum að 83% þeirra segjast oftast eða alltaf vera undir miklu vinnuálagi og 57% finna oftast eða alltaf fyrir streitu í starfinu. 42% andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Og ef við greinum þetta eftir aldri þá sjáum við að það enn hærra hlutfall og fyrir að nálga 60% í yngsta aldurshópi kvenna sem að segjast vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Þannig að það eru mjög háar tölur. En ef við skoðum síðan álag og streitu eftir kyni hjá þeim sem eru í stjórnsýslustörfunum, það sé öðrum störfum heldur en akademískum, að þá sjáum við að það er miklu minni munur þarna á kynjunum og það er líka töluvert minna það að fólk sé að finni kvarti undan streitu í starfinu. Og sama er að segja andlega úrvinda að það hefur reyndar aðeins hækkað hjá körlunum sem eru í stjórnsýslustörfunum að 24% þeirra segjast oftast eða alltaf vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn samanborið við 18% kvennanna. Þannig að við sjáum að það er töluvert mikill munur þarna á starfsfólki sem er í akademísku störfum og þeim sem eru í stjórnsýslunni. En ég ætla aðeins að sýna ykkur þetta eftir aldri þar sé að finnur þú fyrir streitu í starfinu og það er akademíska starfsfólki sem við sjáum þarna. Á oftast eða alltaf er 87% í yngsta aldurshópnum og þið sjáum það að það dregur sem þetta úr því að fólk upplifi mikla streitu í starfinu eftir því sem það er eldra. En þó verð ég að segja að þetta er aðeins mismunandi eftir sviðunum. En það er mjög skýrt línulegt neikvætt samband þarna á milli aldurs og streitu. Ef við reynum aðeins að skoða hvaða þættir gætu haft áhrif á álag og streitu, þá höfum við svolítið verið að velta fyrir okkur ýmsum þáttum í starfsumhverfinu. Til að mynda hversu margir nemendur eru í deildunum, hversu margir nemendur eru á hvern fastráðinn kennara. Og þarna höfum við teiknað upp allar deildirnar, þar sé að meðal tal á þættinum álag og streita fyrir hverja deild á móti nemenda og kennarahlutfalli í sömu deild. Og við sjáum þarna að það er mjög veikt samband þarna á milli, en samt sem áður er þarna nokkur eða smávegis fylgni, þar að segja eftir því sem eru fleiri nemendur á hvern kennara, þeim mun meira álag og streita meira álag og streitu er fólk að upplifa í þeim deildum. Ef við síðan skoðum þetta aðeins eftir kyni, þá kemur svolítið merkileg mynd í ljós, af því að þegar við skoðum karlana og teiknum sambærilega mynd bara fyrir karla, þá sjáum við að það eru engin tengsl á milli álags og streitu hjá þeim og nemenda og kennarahlutfalls. Þannig að það er bara ekkert samband á milli, línan er alveg flöt. Þegar við skoðum hins vegar myndina fyrir konurnar að þá er þar töluvert sterkara samband, ég get ekki sagt að það sé mjög sterkt, það er 0,16 fylgnin, en við sjáum þarna eftir því sem að nemendum per kennara fjölgar, þeim mun meira álag og streitu eru konur að upplifa. Þannig að við sjáum strax þarna töluverða muna á kynjunum og það eru ýmsar vísbendingar að það séu svolítið ólíkar áherslur hjá körlum og konum í akademískum störfum. Eða það er svona nálgist kannski starfið á svolítið ólíkan hátt. Ég ætla svona aðeins að reyna ef ég hef tíma til að útskýra það fyrir hvað það er sem ég á við. En ef við reynum að spá fyrir álag og streitu, þá er það byggjum við þá greiningu líka á ákveðnu líkani sem að heitir Job Demand Resources Model. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega út í það, en það í rauninni gengur út á það að svona kröfur í starfi að þær geti aukið álagið, en síðan sé ýmsar breytur sem geta dregið úr því álagi, eins og til dæmis ýmislegt í vinnuumhverfinu, sveigjanleiki og samræming heimilis og vinnu og eins stuðningur stjórnenda og vinnufélaga. Það getur líka dregið úr því álagi sem að kröfur starfsins valda. Þannig að við sjáum mjög skýrt hér þegar við skoðum akademíska starfsfólki, við sjáum mjög skýrt samband á milli ákveðina krafna sem við hefum sett þarna inn. Þannig erum við með línulegt margþrepalíkan, þannig að við setjum þarna inn upplýsingar eins og til dæmis fjölda nemenda á hvern fastráðinn kennara og við sjáum að það er þáttur sem hefur þarna nokkur áhrif á álag og streitu.
og við sjáum yfirferð verkefna og prófa eftir því sem að fólki gengur verr að sinna því, finnst erfiðar að sinna því, þeim mun meira álag og streitu verða að upplifa. Sama er að segja með rannsóknarskylduna, að ef fólki gengur illa að uppfylla rannsóknarskyldu þá er það líklega til þess að upplifa álag og streitu. En við sjáum síðan að stoðþjónusta við styrkumsóknir virðist líka geta dregið nokkuð úr þessari upplifun, þannig að það eru ýmsar svona vísbendingar í gögnunum sem við sjáum. En af því að kynið hefur mjög sterk áhrif þarna, þá ákvæði, og við sáum líka myndinni áður að það var öðruvísi samband á milli nemendafjölda og álags eftir því hvort var að ræða karla eða konur, þá ætla ég ekki að dvelja við þessa mynd, heldur gera sýningu þessa greiningu fyrir karla og konur sitt í hvoru lagi og byrjum á því að skoða aðeins karlana. Við sjáum þar að yfirferð verkefna er sú breyta af þessum starfskröfum sem að hefur sterkast samband við álag og streitu hjá körlum, en við sjáum líka að sveigjanleiki og samræming vinnu og fjölskyldulífs dregur verulega úr álaginu. Ánægja með launakjör dregur sömuleiðis úr álagi og streitu. Það er að segja að þeir sem eru ánægja með launin eru ólíklegri til þess að upplifa álag og streitu. Hvernig svo sem á því stendur, það er eitthvað samband þar á milli. Ég þori ekki að fullyrða hvort að það er eitthvað orsakasamband. En ef við skoðum síðan konurnar, þá er aðeins aðrir þættir sem komið ljós. Þar kemur fjöldi nemenda aftur inn, að við sjáum það eftir því sem að nemendur per kennara eru fleiri, þeim líklegri eru konur til þess að upplifa álag og streitu. Og við sjáum líka að ef þeim gengur illa að sinna rannsóknarskyldunni að þá er þær líklegri til þess að upplifa álag og streitu. Þannig sjáum við þar aðeins öðruvísi áherslur þarna heldur en í líkaninu fyrir karlana. En við sjáum að það er alveg sama samband á milli sveigjanleika og samræmingu vinnu og fjölskyldulífs eins og hjá körlunum. En það er hins vegar minna samband þarna á milli ánægju með launakjör og þannig að það kemur ekki þarna inn hjá konunum, það hefur ekki sama samband. Þannig að við sjáum þarna aðeins öðruvísi munstur og ég ætla kannski að útskýra það eins og eftir bara. En ef við skoðum stjórnsýsluna þá sjáum við að það eru nokkuð svipaði þættir sem við erum að sjá hafa áhrif á álag og streitu. Það er að segja ef það er ætlast til þess að fólk vinni mikla yfirvinnu þá er það líklegra til þess að upplifa álag og streitu. Sama má segja ef það er í starfi stjórnenda að þá er það líklegra til þess að upplifa álag og streitu og kemur kannski ekkert sérstaklega mikið á óvart. En það er þessi sömu bæli áhrif, það er að segja ef fólk er að upplifa að það geti samræmt vinnu og fjölskyldulíf og finni síðan sveigjanleika í starfinu þá er það ólíklegra til þess að upplifa álag og streitu. Ánægja með laun hefur þarna sömu áhrif eins og hjá körlum í akademískum störfum. Þannig að þetta eru svona þeir þættir sem við sjáum að hafi einna helst áhrif eða spái einna helst fyrir álag og streitu, þannig að það er raunverulega lykilatriði að horfa svolítið mikið á sveigjanleikann í starfinu og samræmingu vinnu og fjölskyldulífs. En ef við drögum saman bara helstu niðurstöður þá sjáum við þarna að starfsánægja hefur aukist nokkuð frá fyrri mælingum og við sjáum að ánægja með stjórnun hefur aukist einna mest. Sjálfræði í starfi spáir helst fyrir starfsánægju en álag, streita dregur úr henni sem og lélegur starfsandi. Og eins og ég sagði þá hefur álag og streita lítið breyst. En það sem að er kannski fróðulegt þarna er að það eru þarna ákveðnar vísbendingar að þessi ólíkir þættir sem að hafi áhrif á streitu hjá körlum og konum í akademískum störfum. Og eins og ég sagði þá ætla ég svona kannski aðeins að reyna að túlka það að það virðast vera þarna svolítið ólíkar áherslur. Að það er svona ýmislegt í gögnunum og í öðrum gögnum sem við höfum, eiginlegum gögnum, sem benda til þess að konur horfi svolítið mikið á kennsluna, þannig að það sé í rauninni aðalatriðið og eftir því sem að nemendum fjölgar þá eykur það álag og streitu hjá þeim. En uppfylling eða rannsóknirnar koma svolítið þegar að hinu er lokið, þannig að það gangi illa að uppfylla rannsóknarskylduna veldur þeim þá sérstaklega miklu álagi og streitu. En hjá körlunum virðist vera fókusin meira á rannsóknirnar í grunninn og það að ef þeim gengur illa til dæmis að fara yfir próf og verkefni að þá veldur það frekar álagi og streitu hjá þeim heldur en rannsóknarskyldan sem slík. Þannig að það er svona ýmislegt sem bendir til þess að það sé ólíkir þættir sem að séu settir í forgrunn.
En í þessum niðurstöðum sjáum við líka ákveðnar vísbendingar það að sveigjanleiki og stoðþjónusta af ýmsu tagi geti dregið töluvert úr streitu. Þannig að það kannski svolítið mikilvægt að horfa til slíkra þátta líka. Takk fyrir mig. Takk kærlega Guðbjörg Andrea og við þakkum kærlega fyrir þetta. Eru mjög mikilvægar upplýsingar og greiningin áhugaverð. Þetta er nú tekið upp en við gerum ráð fyrir því að geta boðið líka upp á að glærurnar verði aðgengilegar þannig að fólk geti kynnt sér þetta betur. Við höfum ekki mikinn tíma hér til umræðina en þú verður hérna í kaffinu á eftir eða vatn og brauði og þá getum við haldið áfram að ræða þetta. En bara svona til þess að klára fundin þá vildi ég nefna nokkur atriði sem eru framundan. Í fyrsta þá háskólaþing á morgun, síðan síðasti fundur háskólaráðs á þessu starfsári fimmtudaginn 1. júní. Vorfagnaður starfsfólks verður í Veröld, húsi Vigdísar 1. júní. Vona að það verði mjög skemmtilegt. Sérstaklega það verður gott veður, það verður yndislegt. Brautskráning í Laugardalshöll 24. júní, bæði fyrir og eftir hádegi. Og svo verðum við með ársfund háskólans eins og núna á þessu skólaári í ágúst. Dagsetningin ekki komin en það verður svona í seinni hluta ágúst eins og í fyrra. Og hérna bara svona til þess að ljúka þessu mynd af háskólaráði að störfum og síðan brautskráningin. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir fundin. Það boðið upp á veitingar hér frammi og ég hlakka til að spjalla við ykkur og ef það eitthvað sem hér hefur komið fram ekki hika við að hafa samband við mig eða aðstoðarrektor Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, aðstoðarrektor Steinunni Gestsdóttur eða Guðmund R. Jónsson sem framkvæmdastjóri eða alla stjórnendur hér bara takk fyrir að koma og sjáumst bara. Takk.